saman. Ég þreytist ekki að minna á það, við erum að skríða inn í 12. árið sem við erum búin að standa í þessu og alltaf vex okkur ásmegin í að syngja og fleiri eru með og allir með á streymi líka og svo þið viljið rifja upp þá bara syngið með aftur í næstu viku á sama streymi í símanum ykkar eða á Facebook. Og Harpa Þorvaldsdóttir er búin að vera oft með okkur og hjálpa okkur að halda utan um árið. Og við ætlum bara að njóta öll sömul. Þetta er cirka aðra hverja viku í vetur og er núna í vetur til minningar móður mína, Marinellu Ragnheiði Haraldsdóttur, sem var alltaf með okkur þangað, hún lést í fyrrasumar. Og það sýndi sig hjá henni, hún fékk Alzheimer, það sýndi sig hvað það er hollt fyrir okkur að syngja og þegar ýmis færni fer þá helst söngurinn svo lengi, hann gefur okkur svo mikla lífsfylling og lífsgæði. Þannig að við bara njótum þess að syngja með þeim sem eru hér og eru heima og sem eru farnir lengra. Njótum. Það er ekki að fletta. Góðan daginn og verið velkomin og gaman að sjá svona marga í sal og þá fyllum við salinn og söng. Er það ekki? Fyrsta lagið í dag er Lóuna blessuðu og ég hugsa alltaf til hennar svona á þessum fyrstu vikum aumingjalóun. Það er svo kalt, en okkur er ekki kalt hér. Lóan er komin að kveða burt snjóinn, kveða burt leiðin til það getur hún. Hún hefur sagt mér að senn komi skóginn, sólskin í dali og blómstur í tún. Hún hefur sagt mér til syndanna minna, ég sofi of mikið og vinni ekki nóg. Hún hefur sagt mér að vaka og vinna og vonglaður taka nú sumrin í mót. Þetta lag Aravísur eftir hana Ingibjörgu Þorbergs finnst mér alltaf það er miklu uppáhaldi hjá mér. Finnst það sniðugt og bara flott lag. Allt of sjaldan sungið. Þau
Það er nefnilega, sko, það er ekki óskalag ef við ætlum að senda kveðju með þessu lagi. Kveðjan er til hennar Völu, rekstrarstjóra í Hannesarholti, Arnheiðar Völu Magnúsdóttur, sem er hérna meira og meina alltaf og búin að vinna hérna í 9 ár, held ég. Er hér allt í öllu. Hún nefnilega eignaðist barnabarn númer 2 í nótt. Og þess vegna viljum við, fyrst hún er ekki hérna núna, þá veitum hún hvað sem hlustar á þetta og deilir þessu út allt. Og þetta er til hennar Völu og litlu strákana hennar sem hún er með í dag. Ég fer eiginlega alltaf að skæla þegar ég er að syngja, það er svolítið leiðilegt, svona maður, já. Flettarinn, vorið er að koma, er það ekki? Ha, ég fór út með hundin í morgun og það kallaði ekki á mig vorið þá, ég var alveg að drepa stúkulta, en við látum ekki slá okkur út af laginu, það er að koma, við erum bara eins og lóan. Ha, trúum þessu.
og manni hlýnar í hjartanu. Svo sannarlega. Velkomin þið sem voruð að koma. Myndin hennar Lísu. Þetta er eitt af mínum uppáhaldslögum eftir hennar Olgu Guðrúnu Árnadóttur. Og þetta lag á bara aldrei meira við en akkurat í dag og bara á okkar tíma núna. Í öllu þessu hræðilega stríðsbrölti og bara hræðilegheitum. En klöppum fyrir okkur. Það er fátt fallegra en að heyra risastóran barnahóp syngja þetta lag. Og því ég var tónlistarkennari í 10 ár í Laugarnesskóla, hætti bara núna síðastliðið vor, ég get vottað það, ég veit að það er dásamlegt og svo eru hreyfingar með þessu. Stelpur, kunnið þið hreyfingar með þessu lagi? Nei, nefnilega ekki ég heldur. Það er einhvern veginn minn veikleiki að ég er ekki góð í að muna hreyfingar frá lögum. Og þá er ágætt ég sé á píanónu bara, og við afsökun. En hvað er næst? Jón Múli og Jónas, þekkið þetta? Já. Frægum allan bæinn urðu
þetta er eitt af mínum allra uppáhalds líka og af því að ég með vikulega söngstundir á Hrafnistu líka, þá veit ég alveg eins og það sem að Ragnheiður var að tala hérna í byrjun, hvað söngurinn, hann geymist, hann og textarnir, þó að fólk sé langt komið í sjúkdómnum, Alzheimer sjúkdómnum og fleiru, að þá man fólk textana og það gefur svo mikla gleði. Og þetta svo dásamlegt. Og það af því að ég búin að vera að vinna með börnum og svo með eldra fólki líka, þá bara, þetta bara satt og sanna að söngurinn bara bestur. Já, og þetta lag undir Stóra steini, þetta var uppáhaldslag hans nú man ég Jóns heitins, söngvara, leikara Sigurbjörnsson. Það var mikill vinur minn, afsakið, þetta var bara datt úr mér. Og hann til dæmis var alveg búinn að missa rödd, hann mundi alla texta, fór með þá og meðan við sungum og spilum og hann satt alltaf hérna með mér við píanóið og hann bað alltaf þetta. Dalakofinn, það líka lag sem að þau á Hrafnistu kenndu mér. Flettarinn, þá það kvæðið fuglana sem rosalega fallegt. Við eigum svo mikið af fallegum lögum, mikinn fjársjóð af sönglögum sem við verðum að bara syngja og deila áfram og kenna börnunum okkar og það okkar ábyrgð. Það nú bara málið. Kvæðið fuglana eftir Alla heimi og texti eftir Davíð Stefánsson. Ég bætti við af því að þetta í 2 köflum. Þetta ljóð. Það kvæðið fuglana og svo það sá einn skáld sem hefur ekki verið með
í þessu, en ég setti það með, þannig mér finnst það fallegt. Og við, þið kunnið lagið og þið haldið bara áfram, ef þið kannist ekki við ljóðin. Sá einn skáld. Nei, einmitt. Já. Esjan, það nútíminn. Ekki til í þetta? Þekkið þið lagið, stelpur? Esjan? Ég held það. Þetta fallegt lag eftir hana Bríði. Tveir þreyttir fætur toga hvern annan í takt. Eftir einbreiðum vegi sem liggur í öfuga átt. Gróf
Bravo! Já, verðum við ekki að syngja líka nýlög? Já. Er það ekki? Það er hollt fyrir alla. Marspó tja tja tja. Þið þekkið það. Þetta er bara svona, ég er alveg þekkt fyrir svona svolítið bland. Sumum finnst alveg dásamlega gaman að raða upp hérna svona settlistum. Ég er líka í hljómsveit og hef verið að spila og syngja sjálf, sem sagt að performera, ekki bara með samsöng. Og þetta er bara eina erfiðasta og þar með eiginlega nærði leiðilegasta sem ég gera, það er að raða upp lögum, vera að spá svona mikið í. Og ég bara, já, setjum við bara hér og bara, það er bara þannig hjá mér. Marspúarnir, þeir landi í gær, þeir kom á diski með ljósins skær. Þeir enda að kenna mér smár okkur skap, en það besta var samt tja tja tja. Þeir eru gulir með hvítar tær og kunna dansana frá því gær. Þeir elska peru og banana, en samt elska þeir mest tja tja tja. Og þeir keyra svona gerði gátir, koma við það sem þeir er þörf. Þeir eru bæði kúl og eftirlátir, kenna okkur góð og gagnleg störf. Til dæmis að drekka súkkulaði, borga gamlar skuldir, slappa í haði og allt. Þetta er skemmtilegt lag og við höfum tekið þetta til dæmis í Laugarnesskóla og það var alltaf svona pínu krítískt þetta með sprittið á sínum tíma. Svo kom COVID og bara bjargaði þessu lag. Þannig að við þurftum ekkert að hafa eitthvað samviskupið yfir þessu spritti. Það var altalað sprittið. Nú koma slagarar sko.
Flettari. Sko, ég segi slagarar. Þetta var eitt af mínum uppáhaldslögum þegar ég var lítil stelpa. Þá keypti mamma spólu með íslensku lögum og ég held að Ríó Tríó hafi tekið þetta. Getur það passað? En ég alveg var spólað alltaf tilbaka, hlusta það. Mér finnst þetta alveg rosalega þannig. En þá brennur mér í muna, meir en nokkur skyldi gruna, að þú gafst mér undir fótinn, fyrir sunnan fríkirkjuna, fórum við á stefnumóti. En ég var bara eins og gengur, ástfangin og saklaus drengur, með söknuði ég seinna fanna, við hefðum getað vakað lengur og verið betri hvort við annað. Svo var það fyrir 8 árum að ég kvaddi þig með tárum, daginn sem þú sigldir héðan, harmaljó úr hafsins márum, hjarta mínu fyllt á meðan. En hver veit nema ljósið lokka, lítill kjóll og stuttir sokka, hittist fyrir hinum megin, þá getum við í gleði okkar gengið suður Laufásveginn. Ég sé til dæmis að því að stelpan mín á Flettaranum, mjög mikilvægt hlutverk. Ég sagði henni að það er blaðsíðutalanda í horninu og hvað eru mörg erindi og svona. Ég hef algjörlega klúðrað því. Þannig að það er... Það er bara frosið á 4 Já, ég gerði á sum. En allavega, gaman að því. Hafið bláa hafið. Klassík. Aðeins að grafa. Okay. Hafið bláa hafið, hugann dregur, hvað er bak við ystu sjónarrönd, þangað liggur beinn og breiður vegur, víða víðar æsku draumalönd, beggjaskauta við, böðsir bruna þú nú bátur minn, svífðu seglum þöndum, svífðu burt frá ströndum, fyrir stafnir haf og himini. Þið eru búin að kjáta, hvað er næst? Jón Múli og Jónas, þetta eru bara dásamlegt dúó, sko. Nú þarf ég aftur að leita. Einu sinni á ágústkvöldi, austur í Þingvallasveit, gerðist lítið litlu græi, dulítið sem enginn veit, með að
hverjum að Eyktarás, hann ekki til og hann var ekki til þegar þeir voru að semja þetta. En svo var hann bara búinn til út frá þessu lagi. Hann ekki Árbæ? Já. Þar hafið þið það. Fróðleiksmáli dagsins. Það næst. Já. Kannski þetta smá áhættuatriði en við höldum bara áfram. Slagari á eftir slagara, litla flugan. Það fara nú vonandi að koma, vera meira áberandi. Það verður að elska þér. Það er nú einn búin að vera sveima hérna. Já, hér, hún er með okkur, sjálfs. Já, gott að vera inni. Lækur tíma léttum á það steina, líður fjóla grænsið fót. Láskil liggur brotin milli hleina, í bænum hvílir ítur vaxið snót. Ef ég væri allir í fluga, einum glugga breyti flugið mig.
Hvernig er millitíminn hjá okkur hérna? Þannig fínt. Okay. Fyrr var oft í móti kátt, krakkar léku saman. Það var löngu vegið hátt, enda mörgu gaman. Út sléttar urðu þar eina skrýtnar sögur. Þegar saman safnast var sumarkvöldin fögur. Eins brugðu okkur þá oft á milli bæja, til að kappast eitthvað á eða til að hlæja. Margir kvöld og margan dag máttum við í næði, æfa saman eitthvert lag eða syngja kvæði. Bænum mínum heima hjá Hlíðarbrekkuhundi er svo margt að minnast á margar glaðar stundir. Því vill varla hugurinn heilla vinir góðir, reyni gamla hópinn minn heim á fornar slóðir. Þessi næsta glæra á ekki vera. Kall satt undir kletti. Þetta er líka uppáhaldslag. Þekkið þið ekki? Skal spila það hérna. Eftir hennar Jórunni Viðar. Kall satt undir kletti og kordur sínar sló. Hann hafði skegg svo skrýtið og skögul tönn og hló. Hann hafði skegg svo skrýtilegt og skögul tönn og hló. Huldan upp í hamri, heyrði ljúfan klið. Hún læddist út úr hamri og lagði eyrum við. Hún læddist út úr hamrinu og lagði eyrum við. Síðan hefur hvorugt hér slóðir sést. Sá gamli var víst ekki eins gamall og hann lést. Sá gamli var víst ekki nærri því eins gamall og hann lést. Já. Heyriði, talandi nýtt, þetta er nú bara orðið gömul lumma, sko. Í síðasta skipti, já, sko, svo ég tali nú aðeins aftur börnin mín í Laugarnesskóla, sem eru ennþá börnin mín samt. Og ég hef aðeins stokkið inn og aðstoðað í morgunsöng sem er dásamlegt að fá að gera, geti gert. Við tókum þetta á föstudaginn. Við talaðum að fylla hérna salinn og söng. Laugarnesskóli svo sannarlega fylltist í þessu lagi. Nú er þetta keppni. Okay. Svo held ég að þetta sé síðasta lagið. Ég man það svo vel, manstu það hvernig ég sveiflaði þér fram og tilbaka í örmunum á mér. Ég man það svo
ofsalega margir sem söndu þetta lag. Heyrðu, við þakkum Hörpu innilega fyrir og ég vil minna ykkur á að 20. apríl eftir hálfamánuð verður hún Þórunn Björnsdóttir hérna og hún var upphafsmaðurinn þessu með okkur fyrir sko 11+ árum. Þannig að bara keep coming. Takk fyrir! Svo verður auka syngjum saman 27. apríl. Það var auglýst í Morgunblaðinu í morgun vegna þess að í dag hann Dick Ringler, Íslandsvinur sem að þýddi Jónas Hallgrímsson á því líkt eilíra ensku að maður syngur allt bara svona á sögsesum. Það verður sem sagt söngstund upp úr Bard of Iceland 27. apríl klukkan 5. Streitt frá henni líka. Dick sem sagt les nýlega og var minningarathöfn núna hann eftir 3 klukkutíma í Madison, Wisconsin eða 4. Og þá getið þið komið og gert eitthvað sem þið hafði aldrei gert áður nema þið hafi verið hérna fyrir 10 árum þegar hann var 8. Þá syngjum við eitt erindi á íslensku. Nú andar suðrið sæla vindum þýðum, svo segir við serene and warm, now southern winds come streaming. Og þetta bara svona, maður þarf ekki að begla munninni að gera neitt til þess að bara, og þetta svo einstakt og við erum búin að kaupa á forlaginu nokkra bækur, Bard of Iceland, hún kostar sko 1990. Og þetta besta gjöf sem hægt að gefa, þetta því gessinni og bara verið velkomin að vera með okkur í þessu yndislega minningapartíi. Þannig að bara, við erum alltaf að hafa gaman hérna.